Þín ánægja. Komið sæl, við sjáum hér tunglmynd sem að tekin var af landinu upp úr klukkan hádegi eða upp úr hádegi í dag og við sjáum á miðjun á lægðinni sem að hefur valdið þessari rigningu á landinu hér við suðvesturströndina. Það rigndi talsvert á suður- og vesturlandi í dag en mest rigndi nú í Hengilinn og í Bláfjöll. Það voru svona 40-50 millimetrar á 12 tímum sem að þar fjalli. En þessi lægð hún kemur til með að hafa áhrif á veðrið hjá okkur næstu daga og við sjáum hérna yfirlitskortinu hvernig hún er svona nokkuð djúp, 970 millibur og fer til austurs smám saman en verður þetta kerfi sem að hefur mest áhrif á veðrið hjá okkur alveg fram yfir helgi. Það dregur þó bæði úr vætu og vindi sem fylgir þessari lægð á laugardag og sunnudag en fram að því má gera ráð fyrir nokkuð vætu sem er veðri á öllu landinu. Og við sjáum það hér að það færist mesta úrkomu kerfið til austurs og verður á Austfjörðum og Austurlandi á morgun og síðan svona bakkarlægðin aðeins með norðlæga átt og vætu á norðanverðu landinu og svo smám saman styttir upp og svona rofar kannski heldur til á laugardag og á sunnudag en það má alveg búast við því að það verði nokkuð hvöss norðan eða norðaustan átt á vestanverðu landinu en mest rigning fyrir austan og þar verður heldur lygnara. Sjáum að vindhraðakortinu að það er mikill strengur úti fyrir Vestfjörðum. Hann nær ekki inn nema að litlu leyti inn á land en annars staðar á landinu sérstaklega austan til að þá eru nú svona grænu litirnir ríkjandi og það er vindur undir 8 metrum á sekundu. Svo lygnir mikið á landinu á aðfaranótt sunnudags og verður fínasta veður allavega hvað vindafar varðar á sunnudaginn. En í fyrramálið það má búast við því að áttin verði svona austlæg eða norðaustlæg hér suðvestan til á landinu. Það verður smá rigning en þá við suðurströndina og inn til landsins á sunnanverðu landinu en styttir upp við Breiðafjörð, sérstaklega norðanverðan. Hitið þetta á bilinu 5 til 7-8 gráður og svo hlýnar aðeins þegar að líða tekur á daginn. Á norðvestanverðu landinu þá er heldur hvassara, sérstaklega á Annesjum og til fjalla, einkum á Vestfjörðum og síðan á Annesjum norðan til. Það er svona skýjað og rigning með köflum, hún verður nú sennilega mest á ströndum og mögulega í djúpinu. Léttir heldur til við sunnanverðan Breiðafjörð og svo kannski inn til landsins á Norðurlandi en eftir því sem við förum austara þá er nú meira úrkomu svæði á þeim slóðum. Það er dálítil úrkoma við Eyjafjörð og svo við ströndina norðaustan til en sennilega úrkomu lítið inn til landsins og hiti þetta 5 til 7-8 gráður í fyrramálið. Áttin er austlæg og svona eftir því sem að nær dregur ströndin þá hvessir en lygnir heldur inn til landsins. Suðaustan til og Austfjörðum þá nútlit fyrir talsverða rigningu í fyrramálið. Áttin kemur beint af hafi og það magnast svolítið upp úrkoman þegar hún klessir þarna á fjöllin á Suðausturlandi og Austfjörðum og má alveg búast við því að úrkomu ákæðin verði talsverð sérstaklega fyrir hluta dags. Seinni hluta dags þá er áfram úrkoma en á austanverðu landinu en áttin verður heldur norðlægari þannig að hún fer ekki svona beint inn firðina. Það má líka gera ráð fyrir því að það hvessi heldur þegar líða tekur á daginn á vestanverðu landinu en það verður nú samt hvassast svona á Annesjum og líklega það norðvestan til. Hiti er áfram tiltölulega hár, 8 til 10 stig og kannski 12 gráður hér allra syðst þar sem sólin er sennilega aðeins að skína en það má alveg búast við því það verði svona hvað kannski svalast í úrkomunni norðaustanlands og austan til. Á laugardaginn þá rofar nú smám saman til, það er ennþá útlit fyrir skúraveður eða rigningu við norðurströndina og norðvestanverðu landinu og einnig við suðaustanvert landið. Það er kannski helst hér suðvestan til að það verði svona úrkomu lítið en í svona aðstæðum þar sem að lægða miðjan er mjög nálægt landi að þá er nú alls ekki óhætt að lofa þurrki í neinum landslutum. Á sunnudaginn hins vegar ætti að rofa vel til og jafnvel sjást til sólar víða á sunnan og austanverðu landinu en það má búast við því að það verði lítilsháttar súld eða allavega skýjað á vestanverðu landinu og einnig norðan til en eins og þið sjáu það þá hefur vindlægt mikið frá þessum að verður fyrir hluta helgarinnar og hitinn er ennþá að komast yfir 10 stig víðast hvar á landinu. En það er sem sagt nokkuð hvasst og vætusamt á landinu á morgun, kannski lygnast við suðausturströndina en talsverð væta þar og hitinn svona víða 8 til 12 stig þegar að best lætur. Verið sæl.